hefur eflaust ekki farið fram hjá mörgum að á morgun kjósa Bandaríkjamenn sér nýjan forseta. Ingólfur Bjarni Sigfússon staddur í Philadelphíu og hefur fylgst með lokaspretti frambjóðandanna og stuðningsmanna þeirra. Ingólfur, síðustu skoðanakannanir eru að koma í hús núna, ekki rétt. Hvernig lítið þær út? Það svo sem ekki mikil breyting en sumir miðlar eru að vinna að loka spárnar sínar upp úr því. Washington Post var að birta sína fyrir nokkrum mínútum og þeir segja að samkvæmt þeirra reiknimódeli sé Hillary Clinton með 275 kjörmenn. Hún þarf 270 til þess að verða frambjóðandinn. En fleiri kannanir kom ekki. Venjulega þyrftum við að bíða eftir útgönguspánum sem birtast í að kjörstöðum verður lokað hér vestanhafs, það er að segja austurströndinni klukkan 7 annað kvöld. En nú hafa tveir vefmiðlar Slate og Vice tekið saman við nýtt könnunarfyrirtæki og ætla að birta rauntíma útgönguspár alveg frá því klukkan 8 í fyrramálið. Það er nýjung, verður fróðlegt að sjá hvernig það lítur út, en menn hafa svolítið áhyggjur af því að það getur hreinlega haft áhrif á það hvernig fólk mun kjósa. Dagurinn í kosningabaráttunni sem að lýkur formlega í kvöld. Hvernig hafa frambjóðendur nýtt lokaspretti? Þeir hafa verið á flegi ferð að halda samkomur eins og við reyndar við eina sem helst eftir eftir 2 klukkustundir. Hillary Clinton hér í Philadelphíu að stappast alveg í sitt fólk. Ég veit ekki hvort að margir nýr verða nú samfærir að kjósa hvort þeirra sem en við snúum okkur hérna aðeins að einni mannski sem búin að standa hérna dágóð drykklanga stund í rauðinni. Excuse me, ma'am. Hi. You said that you're with her. Why are you with her? I've been with her since 2008, and because she's just absolutely most qualified by far, and she has the hugest heart, and always has had the hugest heart for women and kids and families, and she, believe it or not, is totally authentic. I totally believe in her, and she'll be great. She'll be great. Já, hún segir okkur að hún hafi stutt Hillary Clinton allt frá 2008. Hún sé ekta, hún sem stórt hjarta, hún hugsi konur og börn og hún verði aðburða forseti. Kannski ekki óvænt svar frá stuðningsmanni. En ef við kíkjum hérna aðeins í kringum okkur, þá sjáum við líka að það gríðarleg öryggisgæsla. Hérna blikka lögreglusýrurnar eða lögreglublikljósin út allt. Það allavega 4 öryggistofnanir, það borgarlögreglan, þjóðgarðalögreglan, leyniþjónustan og heimavarnarráðuneytið. Þetta ekkert með við það sem verður í gangi í New York á morgun. Þar verður öryggisgæslan eins og páfinn væri mættur heimsókn. Lögregluyfirvöldum í New York ríki rekur ekki minni til að það hafi gerst áður að báðir stærstu frambjóðendurnir til embættis forseta Bandaríkjanna haldi kosningavökur sínar á Manhattan. Þetta kom fram á blaðamannafundi sem lögreglan í New York hélt nú í kvöld. So in addition to securing the over 1,000 polling sites around the 5 boroughs all day, we also have 2 large venues, the Jacob Javits Center and the New York Hilton Hotel to safeguard as well. En það ekki bara kosningavökurnar sem þarf að vakta. Lögreglan verði með eftirlit á kjörstöðum land allt. We will not allow any form of voter intimidation. Rúmlega 5.000 einkennisklæddir lögreglumenn standa vaktina í New York ríki einu saman. Hún leiðir verður líkum að því að kollegar þeirra í öðrum ríkjum verði jafnframt á vakt. It's comparable to the detail size we have here on New Year's Eve and last year when Pope Francis visited. Fregnir hafa borist af yfirvofandi hryðjuverkaógn í aðdraganda kosningana, en laganaverðir segist við öllu búnir. Over the weekend, ISIL came out and called on individuals to attack voters in the United States in an attempt to disrupt the election process here in this country. We are well prepared to deal with any situation like that. Og hingað heim Hafnarfjarðarbær segir að